Þetta má ekki vera þannig að það fái bara allir allt fyrir ekkert. Þú þarft að hafa fyrir lífinu. Ég enda tók ákvörðun þegar ég var, held ég 11 ára og var að bera út fyrst mokkan. Þá hætti ég því, ekki vegna þess að ég var ekki sammála á mokkanum. Fór frekar í Þjóðvilinu því að það voru bara 2 síður og það var svo auðvelt að bera það út. Að pókin var svo léttur. Ég fór á mína fyrstu vertíð á sjó 15 ára gamall. Hvar var ASÍ? Ég bara, í dag, skiljum mig, come on, hvað myndi gerast ef að þetta væri 15 ára á heitri netavertíð, sko, þetta var vetravertíð og hérna, ég var byrjað að beita 12 ára, ásamt bróður mínu, vorum með 1 gang saman, 4 bjóð. Ég held að við þurfum eitthvað aðeins líka, sko, kynslóðirnar, við þurfum eitthvað aðeins svona að Endurmeta þetta? Endurmeta, ég er ekki að segja það að það sem að maður gerði í gamla daga, sko, bæði hvernig maður var að leika sér niður í fjöru og á flekum en róandi langt út það var margt sem að bara var algjör steypa og alveg ótrúlegt í raun og veru að það hafi ekki hlotist oft skaði af, ég ætla bara að segja það alveg svo en það má fara millivegin, sko. Sleppa kannski brennivinun og sígarettunni í hérna beitingaskúrnum en annars með að vera 12 ára. Já, í beitingaskúrnum var oft líf og fjör á föstudögum, sko. En þetta var bara tími sem að ég held að bara herðir fólk upp og gerir því að mönnu. Það þurfa allir að hafa fyrir lífinu. Við fáum allskís áskoranir í fangið. Og ég held að þetta sé dálítið mikið þannig, ef þú hjálpar þér ekki sjálfur, þá er rosalega erfitt að hjálpa þér. Já, það er ekkert hægt. Ég segi alltaf við strákana sem ég er að kenna hnefalegana, sko. Ég segi alltaf við að þið eru að verða mönnum og þeir eru að vera að taka við samfélaginu og þegar það gerist þá þurfa þeir að geta tekist á við erfiðar aðstæður sem er náttúrulega eins og að stíga upp í hring. En þeir þurfa bara að takast á við erfiðar aðstæður og við getum alveg reynt einhvern veginn að komast hjá því og vera að klappa þeim og segja þeim hvað þeir eiga að vera kvíðnir og eitthvað annað. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/1pæling.